svona verst lét, þá maður hugsandi þetta 24/7. Það hafi ekki verið svona kannski 4-5 ár sem maður var bara rosalega hræddur. Ég heiti Kári Kristján Kristjánsson og var fyrst var við þetta árið 2012, 11-12 eitthvað svoleiðis. Ég bara ennþá með þetta æxli í bakinu og bara undir eftirliti, fer í mínar myndatökur og skoðanir. Þetta gengur í stigum að þú verður hræddur og heldur og sett bara að fara að deyja og þú veist ekki neitt. Og í þessu ferli ertu kannski ekki alltaf til í að vera að segja frá og alltaf að vera að tala um þetta. Hreyfing eða íþróttin mín, handbolti í þessu tilviki. Ég myndi segja að það hafi verið svona bjargað eiginlega mjög stóru hluta því bara að halda geðheilsunni, að geta einfaldlega fengið sér bara frí frá áhyggjum. Það einhvern veginn í svona, ég veit ekki hvað, að maður segja kannski, það bara svona pínu í, finnst mér svona í þjóðarsálinni að þegar við verðum veik eða eitthvað, að þá förum við alltaf eins og við séum bara rosalega inn í okkur á skólabekk, setjumst og bara krossum okkur og svo bara bíðum við. Að ég þurfti að átta mig á því að ég þurfti að taka ábyrgð á minni eigin heilsu. Ég þarf að fara að ganga í gegnum þetta, ég þarf að vita hvað að fara að gerast. Ég vil vita hver eru næstu skref. Af því að ég ætla ekki að sitja bara á bekknum, á varamannabekknum, í mínu eigin lífi, meðan einhver annar reddar þessu. Nei, ég inn á og ég vil fá að vita nákvæmlega hvað að gerast.